Takk fyrir. Gott kvöld og gaman að sjá hópinn sem hér og eins spennandi að vita því að það einhverjir þarna úti og nú átta ég mig engan veginn á því hvar myndavélin þannig að ég stari bara hérna beint fram. Það þessi? Ok, þá get ég aðeins hort á fólkið heima líka. En ég heiti Hafdís Björg Kjartansdóttir og hérna komin fyrir hönd Tryggingastofnunar. Ég vinn mikið í umönnunar- og foreldragreiðslumálum og ætla að fjalla þau mál að mestu leyti. Ég minnist rétt aðeins á bílastyrkina en ég verð nú að viðurkenna að ég engin sérfræðingur þar. En ef við förum bara beint í umönnunargreiðslurnar og ég lagagrunnurinn í umönnunargreiðslum að þetta byggt á 4. grein laga félagslega aðstoð og reglugerð númer 504 frá 1997 með síðari breytingum. Og það þýðir það að það hafi verið breytingar í gegnum árin sem að búið að aðlaga þá reglugerðina. Og ég setti þetta inn aðalega til þess að þið geti þá flett þessu upp ef að þið viljið kynna ykkur lögin betur. Og ég ætla að fjalla pínlítið þá svona hverjir eiga rétt á þessari aðstoð og lögin eru sett fram til þess að veita foreldrum og framfærendum aðstoð ef sjúkdómur eða andlega líkamleg hömlun hefur í för með sér tilfinnanleg útgjöld og sérstaka umönnun og gæslu. Og þannig ég að vitna beint í lögin. Og þetta vegna barna alveg frá fæðingu til 18 ára aldurs. Og það undantekningar ákvæði þar sem að má framlengja greiðslunum til 20 en það nánast aldrei notað. Af því það bara í raun ætlað fyrir alvarlega veikustu börnin og alvarlegustu fatlanirnar og þá í flestum tilfellum þau börn sem að fara þá frekar á örorku af því það eru bæði hærri greiðslur og þessar greiðslur fara ekki saman. Þannig að ef að foreldri hefur fengið þessar greiðslur með barninu, kannski á þessu árabili 18 til 20, svo sækir barnið örorku, það fær afturvirkt og þá þarf foreldri að endurgreiða hinnar greiðslurnar. Þannig að þetta var orðið dálítið mikið flækjustig þarna í þessu. En þessi undantekning til í lögunum en lítið notuð í dag. Og þetta eru heimildagreiðslur, þetta eru ekki beint réttindi, það heimild til þess að greiða þetta. Og þær eru skattfrjálsar, þannig að það ekki dregin eitt af þessu. Þannig að þær standa hreinar og greitt alltaf í byrjun mánaðar. Og þær geta verið frá því að vera skiptast í nokkra hlut og því kannist örugglega verið 25%, 35%, 43%, 70%, 85% og 100%. Þar sem að lægstu greiðslurnar eru núna 42.852 krónur á mánuði og hæstu greiðslurnar 171.409 krónur. Og það sem líka hægt að því að við tölum hæstu 100%, það möguleiki að sækja tímabundna hækkun upp í 125% hjá þeim sem eru með 100% ef að mjög alvarleg veikindi að ræða eða barnið þarf að fara í einhverjar aðgerðir og leggjast inn á sjúkrahús á tímabilinu, þá möguleiki að fá hækkun upp í 125, eins líka ef barn í líknandi meðferð. Þannig að það ýmsar svona undanþágur sem hægt að finna í lögunum. Og áfram hérna. Það líka heimild til að veita aðstoð til framfærenda barna með alvarleg þroskafrávik eða hegðunarvandamál. Þannig að það eru þessi börn með þroska eða atfyllisraskanir. Og það heimild líka að framlengja í 6 mánuði eftir andlát langveiks eða fatlaðs barns sem notið hefur umönnunargreiðsla. Þannig að þær stoppa ekki. Bara leið og barnið deyr, þannig að það þarf að sækja en þetta alltaf samþykkt. Og svo heimilt að úrskurða greiðslur alltaf 2 ár aftur í tíman. En þá þarf að vera nokkuð ljóst að sjúkdómur, fötlun eða þroska eða hegðunarvandi hafi leitt til útgjalda og sérstakrar umönnunar á þeim tíma til þess að hægt sé að fá
afturvirknina í allan þennan tíma. Þannig að þá mjög mikilvægt að við fáum skýran rökstuðning og þurfum að hafa staðfestan alvarlega vanda á þessum tíma, mögulega afrit af kostnaði vegna þjálfunar og meðferðar barns, þannig að ýmislegt svona allt svona sem að getur stutt við það að foreldri eigi að fá þessar greiðslur. Og hámarkslengd umönnunarmats leyfileg bara í 5 ár og þetta skrifað inn í lögin, en það oft metið eilítið styttri tími heldur en 5 árin, sérstaklega ef það má gera ráð fyrir einhverjum breytingum á stöðu barnsins á þessum tíma. Og þetta auðvitað eitthvað sem ég hef átt í mörgum samræðum við foreldra að það þetta, af hverju þarf ég alltaf að vera að sanna það, að barnið mitt sé ennþá fatlað, en það eru svo margir aðrir þættir sem koma að þessu mati heldur bara þessi greining sem barnið með. Það þessi umönnun sem barnið þarf og þetta getur verið til hækkunar líka, þannig að ef að það verða breytingar á þessu tímabili sem búið að samþykkja, þá hægt að sækja endurmat. Nú ég eiginlega komin fram á mér hérna því að það á annarri glæru. Sjáum hérna. Þannig að við þurfum líka að hafa í huga að þessar greiðslur eru ekki greiddar úr landi. Þannig að ef að barnið flytur úr landi eða foreldrið sem var að fá greiðslurnar, jáfnvel þó að barnið búi enn á landinu, ef að foreldri flytur, þá stoppa greiðslurnar. En þá það foreldri sem með barnið hjá sig, það getur alltaf sótt frá þeim tíma. En það ekki heldur greitt vegna barna sem í fóstri á vegum félagsmálayfirvalda og þeim ber að tilkynna það að barn sé komið í fóstur, og ef að barnið flytur aftur til foreldrana þá þarf að sækja að nýju. Og þjónusta eins og skammtímavistun getur haft áhrif á upphæð greiðslna. Það að segja ef að skammtímavistun komið yfir einhvern ákveðin fjölda sólarhringa, að þá getur það leitt til þess að það lækkar í greiðslum, lækkar greiðslustigið. Þá það umsóknin, að því að Friðrik bað mig fyrirgefum. Já, endilega. Nei, þá ég að tala skammtímavistun, þannig að þá erum við að tala sólarhringa, þannig ef það komið, þannig ef það komið yfir 8 sólarhringa á mánuði hjá þeim sem í efsta greiðslustiginu, þá lækkar það niður í, sem í fyrsta greiðslustigi, þá lækkar það niður í annað greiðslustig. Ef þú komið yfir 15 og í öðru greiðslustigi, þá ferðu niður í þriðja greiðslustig. Þannig að það hefur auðvitað gríðarleg áhrif á upphæð greiðslana. Gjör svo vel. Já. Ef barn verulega fötlun Já. og barn sem líka langveikt Já. að ræða og getur þar ekki endilega nýtt sér alla tíma að senda á skrá, Já. hvort sem það í álfandi eða lögin það. Já. Það eitthvað tekið inn í dæmi þegar þá þurfum við auðvitað bara að fá skýrar upplýsingar það og það skiptir svo miklu máli hvaða upplýsingar við fáum. Þannig ég segi alltaf að upplýsingarnar sem að koma til okkar, það þurfa að vera þannig að við lesum rétt úr þeim. Af því að við metum auðvitað bara út frá því sem við höfum í höndunum. Við þekkjum börnin, því miður ekki. Þannig að við þurfum að fá mjög skýrar upplýsingar frá þeim sem að þekkja börnin. Þess vegna erum við að kalla eftir gögnum frá ýmsum aðilum oft. Ok, en ef við förum í umsóknina núna, þá hægt að senda umsóknuna rafrænt í gegnum mínar síður. Þetta á að einfalda málin fyrir foreldra, að þá engin hætta á að pappír týnist einhvers staðar í ferlinu, sem að við erum alltaf að heyra að einhvers staðar hafi hlutir ekki skilað sér, þó svo að fólk telji að það sé búið að koma því af stað. Og niðurstöðurnar og bréf það sem við erum að kalla eftir gögnum birtist líka á mínum síðum. Og við erum með þessu að reyna að minnka bréfasendingar og pappírseyðslu, en líka það að gera það að verkum að fólk getur gengið að því sem vísu að gögnin séu þarna. Ok, þarna fæ ég bréfið inn, þarna myndi koma bréf ef það vantar einhver gögn. Þannig að þess vegna þetta líka þægilegt fyrir ykkur þegar þið eru að nýta það, að nota
að senda umsóknar rafrænt, þessar rafræn umsókn sem hægt að nota, þar getur þið hengt skjöl við. Þannig ef það einhver ítargögn sem viljið koma til okkar, þá skanna það inn og komið því þarna í gegn. Við erum búin að breyta því. Hvenær langt síðan? Já, einmitt. Já, ég veit að það var auðvitað vandi með þetta af því að í upphafi þá var ég búin að láta tölvudeildina vita að það þyrfti að vera hægt að senda en það var ekki breytt fyrir einhver kvartaði af því að þá fyrst föttuðum við það. Þetta var svona. Þannig að það búið að breyta því, en takk fyrir ábendinguna. En svo eru þetta alltaf að senda umsókn líka bréflega, en það stemt að því að, hvað? Já. Nota mikrofóninn. Já, fyrirgefið þið, já. Ég skal passa mig, ok, en það hægt að finna eyðublöðin ennþá á pappír, en það verið að stefna að því að nota einungis rafrænu umsóknina og trúlegast verður það bara á þessu ári sem að við ítum á það að fólk fari í þetta rafræna. Og til þess að einfalda hlutina bæði fyrir Tryggingastofnun og eins líka fyrir foreldra. Af því við erum til dæmis núna, það langt síðan við breyttum síðustu umsókn, en við erum ennþá að fá einhver gömul eyðublöð af því að læknarnir eru með þau í hillinu hjá sér, sko. Og höldum áfram hérna. Já. Hann að spyrja að því hvernig verður tekið upp rafrænt kerfi fyrir læknana. Það í vinnslu. Ég búin að sitja marga fundi og það komin rafræn vottorð í örorkunni og hitt mun koma. Má ég líka spyrja henni? Ef maður til dæmis hefur látið félagsráðgjafa sjá að sækja þetta fyrir mann, það væntanlega ekki hægt maður verður að gera þetta rafrænt á sínum eigin aðgangi. Nei, það ekki. Nú spurt hvort að hægt sé að láta félagsráðgjafa sjá þetta. Það ekki nema þú sért tilbúin til þess að hleypa félagsráðgjafanum inn á þína síður. Já, það getur verið, sko. Já. Það ekki nema það, oft hefur það verið að félagsráðgjafi hefur séð þetta, þannig að þegar við setjum hlið við hlið, en þá þetta að setja kannski hlið við hlið fyrir framan skjáinn og fylla þetta út saman þannig frekar heldur en að fylla þetta út og skrifa á pappír. Þannig að það hægt að finna lausnir líka í þessu. En mér langaði að sýna ykkur þarna ferli umönnunarmats og þessi mynd hérna til hliðar, sjá hvað hún skemmtilega flókin þarna, að þetta í rauninni mynd sem að tekin beint upp úr tölvukerfunum hjá okkur það hvernig gögn voru færð á milli stöðva. En þetta búið að einfaldast mjög, sko, þó svo myndin sé ennþá svona. En þetta sýnir það að þetta ekki bara þannig að þetta komi inn og þetta endi inn á borði hjá mér strax. Þetta fer í gegnum ákveðið ferli innan stofnunar. Þannig að við fáum oftast nær umsókn eða læknisvottorð eða bæði saman til okkar og einhver fylgigögn oft. Þannig að eins og ég segi þarna verið að vinna að því að hægt verið að senda læknisvottorð rafrænt. Vonandi kemur það inn sem fyrst af því það einfaldar málin gríðarlega fyrir alla aðila. Og fylgigögnin þau geta verið til dæmis afrit af reikningu vegna þjálfunar eða meðferðar barns, niðurstöður athugana. Í sumum tilfellum þá það mjög lýsandi fyrir okkur að sjá til dæmis fjarveru úr skóla. Þannig að það ýmislegt svona sem að getur hjálpað okkur að fá rétta mynd af stöðu barnsins. Og þegar að við þurfum að kalla eftir gögnum, þá eru send bréf, þau birtast inn á mínum síðum. Í dag erum við enn að senda þau bréflega þegar við fáum bréflegar umsóknir. Þannig að svo smám saman verið að ýta á það að þetta fari meira í rafræna vinnslu allstaðar. Herjá, eitt hérna get ég bakkað. Ja, ok, en það sem ég ætlaði að segja, það mikilvægt að fylgjast með þá inn á mínum síðum og sérstaklega mikilvægt að hafa virkt netfang.
þið skráið í netfangi svo þurfið að virkja það með því að svara pósti sem að kemur til ykkar. Þannig að það er mjög mikilvægt að hafa það því þá fáið þið tilkynningar í hvers sinn sem að nýtt skjal kemur þarna inn. Og þarna er það líka ef að barn er með fötlunargreiningu þá kallar TR eftir tillögu hjá viðkomandi sveitafélagi og þetta er skrifað beint inn í lögin að þetta á að gera og svo sendum við afrita niðurstöðum til viðkomandi sveitafélags. Og þegar öll gögn liggja fyrir þá getur vinnsla máls tekið alltaf 4 til 6 vikum, við erum alltaf að reyna að minnka þetta, við erum svona höngum í 4 vikunum núna. Í einstaka málum þá fer það lengur þar að því við erum kannski að bíða eftir einhverjum viðbót á gögnum eða annað. En við reynum oftast að taka þau mál þar sem við höfum þurft að kalla eftir tillögur, reynum að taka þau í ákveðnum forgangi, þannig að þau þurfu ekki að bíða eins lengi. En það fer dálítið eftir álagspunktum hjá okkur hversu langan tíma þetta tekur. En við förum yfir öll gögn, við hringjum í aðila ef við þurfum eitthvað frekari upplýsingar og köllum þá eftir ítarlegri gögnum ef þörf er á. Og ef vafa er að ræða, að þá málið tekið fyrir hjá teymi TR í barnamálum. Og í teyminu þá sitt ég sem er sálfræðingur, það er félagsráðgjafi, læknir og lögfræðingur. Þannig að þetta eru fagaðilar sem að hafa langa og mikla þekkingu af þessu málaflokki. Svo kemur það auðvitað fyrir að foreldrar eru ekki sáttir við niðurstöðu mats. Og þá eru auðvitað ákveðna leiðir sem hægt er að fara. Það er hægt að sækja endurmat og það er hægt að kæra málið til úrskurðarnefndar velferðarmála. Og ég hvet ykkur til þess að byrja á því að óska eftir endurmati. Þið tapið í rauninni engu á því, það tekur hraðari, það er mun hraðari vinnsla í því, heldur en að bíða í alla þessa mánuði sem þarf að bíða eftir að fá niðurstöðu frá úrvel. Ef að síðan niðurstaðan sem þið fáið eftir endurmatið er heldur ekki eitthvað sem þið eru sátt við, þá er alltaf þetta kæra í framhald af því. En að koma inn betri gögnum til okkar og óska eftir endurmatið, það mun alltaf vera fljótlegra heldur en að fara í kæruferli strax. En kærufresturinn er 3 mánuðir frá móttöku niðurstöðu og það stendur í úrskurðunum alltaf. Og það þarf að senda kæruna beint til úrvel. Og það upplýsingarnar eru þarna alltaf neðst í neðamálsgreinunum í bréfunum sem þið fáið. Og það er einnig hægt að óska eftir rökstuðningi. En það þarf að bera skrifleg beiðni innan 15 daga frá móttöku niðurstöðu. Ok, en þá er það foreldragreiðslurnar. Foreldragreiðslurnar byggja á lögum greiðslu til foreldra langveikra eða alvarlegra fatlaðra barna númer 22 frá 2006. Og markmiðið er að tryggja foreldrum langveikra eða alvarlegra fatlaðra barna fjárhagsaðstoð þegar þeir geta hvorki stundavinnu né nám vegna sérstakra umönnunar barna. Og þetta vegna bráða aðstæðna sem að koma upp þegar barn greinist með alvarlega langvarandi sjúkdóm eða alvarlega fötlun. Og þetta er beint tekið upp úr lögunum. Og vistunarþjónustu á vegum opinberra aðila verður ekki viðkomið. Og ég ákvað að setja þarna inn að foreldragreiðslur fara saman með umönnunargreiðslur. Þær útiloka ekki hvort annað. Þannig að það má eiginlega gefa sér það að ef að foreldri er með foreldragreiðslur að þá er þau líka með umönnunargreiðslur. Og greiðsluflokkarnir eru þannig að þetta skiptist í grunngreiðslur, launatengda greiðslur og námsmannagreiðslur. Og grunngreiðslunar eru þannig að vandi barns þarf að uppfylla fyrsta eða annað sjúkdóms- eða fötlunarstig. Og ég mun setja, það kemur á glærum hérna á eftir, fyrsta, annað og þriðja sjúkdóms- og fötlunarstig kemur á glærum. Ég ætla ekki sérstaklega að fara í gegnum það. Þið kíkið bara á það og skoðið bara á eftir, þið munu hafa aðgang að þessum glærum.
og foreldri má ekki vinna eða vera inn í námi ef að sótt grunngreiðslur og föst upphæð núna 215.319 krónur á mánuði auk barnagreiðsla með öllum börnum sem foreldri með forræði yfir og það 31.679 með hverju barni. Svo bætast við einhverjar smá greiðslur í viðbót eftir í hversu mörg börn á heimilinu. Þessar greiðslur eru skattskyldar af því þetta í rauninni laun. Þannig að bæði í rauninni fastagreiðslan og barnagreiðslunar eða barnalífeyririnn þarna skattskyldur. Launatengdu greiðslurnar að þar eru mildari skilyrði hvað varðar sjúkdóm eða fötlun barns. Af því þá þetta að hugsa kannski meira að grípa foreldra ef að þeir kannski tímabundið detta út af vinnumarkaði vegna veikinda barns. Og þannig að veikindi þurfi ekki að uppfylla nema 3. sjúkdóms- eða fötlunarstig. Og þar líka möguleiki að sækja hlutfallsgreiðslur á móti hlutavinnu. Þannig að þar hefur foreldri tök á því að vera að hluta til í vinnu og fá hlutatengda greiðslur á móti. Ef að ljóst að foreldri hefur þurft að minnka við sig. Kannski fara úr 100 niður í 50%, þá getur sótt að fá sem samsvara 50% af launum sínum á móti. Og þá alltaf þannig að það miða við 80% af laununum. Sem sagt 80% af meðaltali launagreiðsla síðustu 12 mánuði fyrir greiningu á vanda barns. Og hámarksfjárhæð á mánuði þá 767.645. Sorry, endalausar spurningar. Síðustu 12 mánuði fyrir greiningu á vanda barns. Neðan með barn sem hefur með greinda vanda í mörg ár sem að ágerist. Þá það þegar spurt það hvaða þýðir greiningadagurinn, það þegar vandinn ágerist sem þá miðað við. Ok. Mhm. Nei. Sjálf ég í 80% vinnu. Já. Já, það spurt hvort að hlutfallsgreiðslum séu bara miðað við ef að fólk minnkar niður í 50%, það það ekki. En þá alltaf í rauninni þarf að skoða hvenar var minnkað og við sig, já, og þá af hverju. Þannig að það auðvitað spurningin, sko. Ekki málið, heyrðu. Námsmannagreiðslur, að þar gilda sömu reglur eins og við grunngreiðslurnar, en foreldri þarf að hafa sagt sig frá námi þá til þess að eiga rétt á þeim og þær eru greiddar í lok annar. Og það þetta að telja það á fingrum annarrar handa hversu margir foreldrar hafa sótt þessa greiðslur. Fólk bara ekki að sækja það á þessum forsendum. Sjáum hérna, ég að kíkja aðeins á tíman. Já. Ok. Friðrik, þú gefur mig bendingu ef að ég að fara allt og langt fram yfir hérna. Skilyrði fyrir foreldragreiðslum, að þá það í fyrsta lagi það að veikinda eða fötlun barns uppfylli sjúkdóms- eða fötlunarskilyrði. Í öðru lagi að börn séu ekki vistunarúrræði á vegum opinberra aðila á daginn, þær geta ekki mætt í skóla, leikskóla eða aðra dagvistun. Þarna eru ákveðnar undantekningar og það litið heildrænt á stöðu barnsins, sérstaklega ef það mikil umönnun að næturlagi. Ok, og það líka að foreldri geta ekki stundað vinnu eða nám áreindar að standa þarna líka, vinnu eða nám vegna veikinda barns. Og að foreldri hafi lokið rétti á greiðslum úr fæðingarorlofssjóði og sjúkrasjóði stéttarfélags og að foreldri fái ekki greiðslur atvinnuleysisbóta eða sé lífeyrisþegi hjá Tryggingastofnun. Þannig að við alltaf að koma til móts við vinnutap með foreldragreiðslunum. Ef þú með 2 fötluð börn. Já, eins og við segjum, sko, við skoðum heildrænt aðstæðurnar. En það í rauninni alltaf sótt fyrir eitt ákveðið barn. Það ekki að sækja raunverulega fyrir bæði? Ég hveti ykkur bara að pröfa.
En greiðslurnar eru hugsaðar þannig að þær eru til að koma til móts við þá að það sé sótt fyrir eitt ákveðið barn. Ok, þarna eru sem sagt sjúkdómsstigin og svo fötlunarstigin, en ég ætla ekki að fara yfir þetta. Þetta er bara tekið beint upp úr lögunum. Þannig að þið fáið þetta bara á glærunum. Og þá er það sama þarna með umsóknum foreldragreiðslu. Það má senda það líka rafrænt í gegnum mínar síður. Einnig hægt að senda það á pappír og eyðublaðið finnið þið í gegnum heimasíðuna. Og það er stefnt að því að það verði einungis hægt að nota rafræna umsókn. Og bréf það sem kallað er eftir viðbót á gögnum birtast á mínum síðum. Og niðurstaðan birtist líka á mínum síðum og það má gera ráð fyrir að afgreiðsla máls taki 2 til 4 vikur frá því að öll gögn liggja fyrir. Við erum ofta að kalla líka eftir kannski fleiri gögnum í foreldragreiðslumálunum heldur en í umönnunargreiðslumálunum, að þau geta verið flóknari. Þannig að við þurfum á stundum að fá staðfestingar frá launagreiðanda, frá sjúkrasjóði, við erum að kalla eftir greinargerðum frá félagsráðgjöfum líka til að fá góða mynd af umönnun barnsins og aðstæðum. Svo er það síðasti hérna að það eru styrkir vegna kaupa á bifreið og það er hægt að sækja þarna bæði uppbót og svo styrkjum sem eru þá þarna misháir, en uppbótin er 360.000 en barnið þarf að vera orðið að minnstakosti 2 ára. Og svo er þetta að sækja styrk og það er 1400.000 til kaupa á bifreið ef barnið er með hreyfihömlun, nota hjólastóli eða 2 hækjur og það er hægt að sækja 5 milljónir eða hámarki 60% af verði sér útbúinna bifreiða og það er í alvarlegustu tilvikunum en hvert máli meti eftir gildandi reglugerð og lögum. Og þið hafið öll mögulega heyrt af þeirri vinnu sem er í gangi núna í þessu málaflokki. Þar sem að það er verið að vinna að því, ég reyndi nú að fletta því upp eða fá upplýsingar það bara í dag, hvort að búið væri að ganga frá þeirri reglugerð, en ég gat ekki í rauninni fengið það. Er hann búinn að undirrita það? Ok. Ok, þannig að já, ég var auðvitað búin að heyra af því að þetta væri að koma, ég var ekki búin að lesa blöðin og ekki búin að ná að sjá þetta. Ég sá þetta nefnilega ekki á heimasíðu ráðuneytisins. En þá er það þannig að foreldrar geta fengið 2 styrki til að kaupa 1 bíl. Þannig að það þarf ekki að kaupa sitt hvort bílinn ef það eru 2 börn. Þannig að það er þá möguleiki að nýta sér það. Og þetta er auðvitað verið að koma þarna til móts við foreldrar sem eru með fleiri börn á heimilinu og þetta bara mjög gott að fá þetta í gegn núna. En til þess að sækja þetta þá þarf að skila umsókn sem þið finnið á heimasíðunni. Þetta er ekki komið inn á mínar síður þessar umsóknir, kemur vonandi fljótlega og það þarf að skila hreyfihömlunarvottorði. Vonandi, ég get ekki. Hreyfihömlunarvottorð. Það er ekki komið rafrænt núna. Einu vottorðum sem komin eru rafræn núna, það eru vottorð vegna örorku. Þannig en verið er að vinna önnur vottorð einn. Þú ert þá að tala vottorð eða þetta fá frá sjúkraþjálfara hvað var verið í bílum Þannig að það þarf að fá staðfestingu örugglega á þeim hjálpargögnum og annað sem þarf. Já. Því miður, þá veit ég ekki hvort að prósenta verður hærri ef að börnin eru 2. Er það að tala um prósentuna 60% að ég efast það, en ég veit það ekki. Fyrirgefið, ég ætla ekki eins og að nefna það, af því að ég bara hef ekki hugmynd það. Og eins og ég sagði hérna í upphafi að þetta er það sem ég veit svona einna minnst En ég ætla bara að minna á það að það er velkomið að hringja í þjónustumiðstöðina alla daga. Það er hægt að senda fyrirspurnir líka í gegnum mínar síður og það er hægt að senda tölvupóst á tr.is og svo er ég með símatíma í hverri viku á þriðjudögum og fimmtudögum frá 11 til 11:30.
og að gera nýta ykkur það að hafa aðgang að sérfræðingnum, geta spurst fyrir, komið ykkar upplýsingum á framfæri og fengið ráðleggingar hvað þurfi að gera í þessum málaflokkum. Og ég bara þakka ykkur fyrir 4 umræður hérna, bara gaman að vera með ykkur hérna og ég verð hérna áfram í kvöld og þið getið spurt mig á eftir. Ef það vakna fleiri spurningar, nú erum við búin að fá svo margar góða spurningar hérna. Þannig að takk fyrir. Við þökkum bara Hafdísi alveg kærlega fyrir. Og nú komið af sjúkratryggingum og Ingveldur, ætlar þú að byrja það? Ok, nú þarf að... Já, hún er inni sko... En komið sæl og ég heiti Ingveldur og deildarstjóri hjá sjúkratryggingum og held utan þjálfunarmálin þar. Og ég ætla svona að fara yfir helstu reglurnar varðandi sjúkraiðju og talþjálfun. Við erum reyndar í þeirri skringilegu aðstöðu núna að reglurnar eru að breytast 1. maí. Það er að koma þá nýtt greiðsluþátttökukerfi varðandi alla heilbrigðisþjónustu og sem gerir það verkum að reglurnar munu gjörbreytast frá með þeirri dagsetningu, þannig að ég ætla svona að segja stuttlega frá því hvernig hlutirnir eru núna en aðeins að koma frekar inn á hvernig hlutirnir verða. En kannski mest að fara yfir bara hvernig eru reglurnar á bak við það að fá þessa þjónustu, sjúkratal og iðjuþjálfun. Og sem sagt skilyrði fyrir greiðsluþátttöku í þjálfun er skrifleg beiðni frá lækni. Það er undantekning af þessu gagnvart sjúkraþjálfuninni að það er heimilt þar að greiða 6 meðferðir á ári. Ég segja ári þarna en þetta er í rauninni á þessu tímabili sem við köllum sko, því það er talað í reglugerðinni og að það sé 365 dagar. Ef þú byrjar í þjálfun í mars að þá er þitt tímabil 365 dagar frá fyrsta deginu þínum í þjálfun og þannig það á þeim tíma máttu nota 6 meðferðir í sjúkraþjálfun án þess að sé skrifleg beiðni frá lækni en það er samt sem áður full greiðsluþátttaka sjúkratrygginga. En bæði í talþjálfun og iðjuþjálfun að þá er gerð krafa skriflega beiðni frá lækni. Það er heimild til greiðsluþátttöku í 20 meðferðum á ári og það er í sjúkratal og iðjuþjálfun. En ef það er þörf á fleiri meðferðum sem er væntanlega í flestum tilvikum hjá foreldrum langveikra barna að þá er sótt framhald til sjúkratrygginga
og þá er það viðkomandi fagaðili sem sér að sækja þessa framhaldsmeðferð. Það er þá sjúkraþjálfarnir sækja framhald í sjúkraþjálfun, talmeinafræðingurinn sendir inn greinargerð og sækir fyrir út af talþjálfuninni, og iðjuþjálfunin er reyndar í aðeins lausari farvegi vegna þess að það eru svo fáir iðjuþjálfar á samning beint við okkur. Flest börn hér til dæmis á Reykjavíkursvæðinu sem eru að fá þjónustu iðjuþjálfa eru hér hjá Styrktarfélaginu og þeir eru ekki beinlínis á samning við Sjúkratryggingar, þannig að þá svona er aðeins öðruvísi kannski svona reglurnar það, þótt að fylgi, það þarf ekki að senda umsóknum til okkar út af því. Það er eitthvað sem er bara hjá Styrktarfélagi stýrir heldur utan þau mál. Já. Og það var verið að spyrja hvort að talmeinafræðingar væru almennt með samning við Sjúkratryggingar, og það er það. Þeir eru komnir á samning við okkur aftur, búin að vera í nokkur ár, og sem betur fer þá er þeim að fjölga. Það er farið að kenna talmeinafræði hér við háskólann, sem gerir það að verkum að það eru fleiri talmeinafræðingar komnir á samning við okkur núna síðustu árin, og þannig að biðlistinn hefur styðst úr því að vera skelfilegur niður því að vera hræðilegur. Þannig að það veit ekki hvort það er ekki mikill munur á því að hvort hann er 2 ár eða 1 ár. Það er allt of mikið. Hann er bara allt of langur. Og það er náttúrulega bara eingöngu vegna þess að það vantar talmeinafræðinga. En það er heimilt sem sagt að framlengja beiðni bæði í talmeinafræðinga, iðjuþjálfa og sjúkraþjálfara 5 ár. Þannig að það þarf ekki alltaf að vera að fá nýjar beiðnir. Reyndar, út af því að ég er að tala að það er að koma ný reglugerð, það er líka að koma ný reglugerð varðandi tilvísanir barna. Ég er ekki búin að sjá nýjustu drögin af henni, en í eldri drögum sem ég sá, og nú þetta eru drög þannig ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta er í nýjustu reglugerðinni, hvernig þetta verður, en þar var svona mér til ánægju talað að það væri heimilt að hafa tilvísanir og þá beiðnir væntanlega sjúkraþjálfun og iðjuþjálfun til 10 ára. Mér finnst það framför. Ég sé ekki alveg tilganginn með því að vera alltaf að koma með nýjar beiðnir fyrir sama hlutnum. Þetta er bara tímasparnaður fyrir foreldra og fagaðila. Til þess að fá samþykki fyrir greiðsluþátttöku í talþjálfun þá þarf alltaf að senda beiðnirnar til okkar í Sjúkratryggingum og fá þær samþykktar. Og vegna þess að það eru ákveðin skilyrði sem að koma fram í samning við talmeinafræðinga, það eru það aðalega vegna barna sem eru með framburðarfrávik og málþroska málþroskaraskanir, að þau þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði. Við erum þá að greiða fyrir börnin sem eru verr stödd, eru með meiri framburðarfrávik og meiri málþroskaraskanir. Þeir sem eru betur stödd þurfa samt aðstoð í skólakerfinu, að þá er samningur milli Sjúkratrygginga og Sambands íslenskra sveitarfélaga að sveitarfélögin eiga að sinna þessum börnum sem eru með þessar minni skerðingar á þessu sviði. Því miður er raunin sú að sveitarfélögin standa sig mjög illa. Þau standa sig bara eiginlega engan veginn. Og það er náttúrulega bara til vansa fyrir þau, algjörlega. En fyrir langveiku börn sem eru á einhverfuróli eða eru með þroskahamlanir eða annars konar svona langun veikindi, þá rúlar þetta bara í gegn. Þá er þetta svona meira formsatriði að fá beiðnina, afgreiðan og samþykkjana. Ég man ekki eftir að hafa hafnað einni einustu beiðnum talþjálfun nema það hafi bara vantað upplýsingar eða þegar þau uppfylltu ekki þessi skilyrði sem eru gerð varðandi framburðarfrávikin og málþroskaraskunina.
Það er verið að spyrja hvað er þegar börn sem eru látin hætta vegna þess að það þarf að taka ný börn inn. Nú þekki ég ekki alveg til á stofum talmeinafræðinga, en ég geri ráð fyrir að þetta sé vegna þess að biðlistinn er svo gífurlega langur og þetta sé svona illnauðsyn til þess að reyna að taka fleiri inn. Ég get ekki séð neina aðra skýringa því þetta er ekkert eitthvað sem að við komum nálægt. Við erum ekki að skipta okkur af þessu. Þá er væntanlega beiðnin fallin úr gildi og þá þarf að sækja ef það hefur ekki verið, og það er verið að tala sko hvort að ferli fari ekkert að stað aftur, það séu 2 ár síðan viðkomandi hætti, en þá ef beiðninni fallin úr gildi og ef það hefur ekki verið samkomulag það fyrirfram að einstaklingur eigi að byrja aftur eftir einhvern ákveðin tíma, að þá ger ég ráð fyrir að það þurfa að koma þessu sambandi í gang aftur. Það gerir ráð fyrir því. Síðan kemur, já. Já. Já, sko þetta er ekki kannski alveg nákvæmlega svona. Það er verið að spyrja sko barn sem er hjá talmeinafræðingi og er búið að fá samþykkt á 20 tíma, er svo beðið að hætta, væntanlega til þess að hleypa öðrum að, og það er hægt að sækja fleiri tíma og sagt að sé þá í mesta lagi hægt að fá 15 tíma. Sko, það er hægt að sækja, þetta var gert til þess að flýta ferlinu, að þeir þyrfti ekki að vera löng bið eftir afgreiðslum. Þá er annars vegar hægt að biðja 15 tíma sem eru samþykktir yfirleitt bara svona 1-20 og það þarf tiltölulega lítið, þú sendir inn og óskar eftir 15 tíma viðkomandi uppfyllir skilyrði og oft á tíðum það var líka hugsað með það, oft á tíðum eitthvað sem maður nægir til þess að klára svona veturinn. Þá höfum við þetta er eins og hjá sjúkraþjálfum, þeir geta sótt 10 skipti, það gengur svona hratt fyrir sig að því að vantar bara að klára eitthvað. Síðan er heimilt líka til að sækja langtíma meðferð og fá þá framlengingu í 5 ár. Talmeinafræðingurinn gerir það og þá það er iðulega sem að börnin að koma oftar en þá það er 85 skipti á ári. Það er kannski svolítið talmeinafræðingurinn sem að metur það og kemur fram hjá þeim hver þörfin er. En ég held að sko það er svo mikill skortur á talmeinafræðingum að það setur þessa hluti í svolítið vandræði. Eins og ég segi, þetta er náttúrulega ekki boðlegt að það sé hátt í 2 ára bið eftir að koma barni til talmeinafræðings. Þetta er náttúrulega, og það er ekkert sem að maður getur gert annað en að bara bíða og vona eftir að útskrifast fleiri talmeinafræðingar. Og ekki, það er í rauninni það einn. Já, svo greiðsluþátttaka í þjálfun. Það er eins fyrir alla þjálfun og núverandi reglurnar eru þær að það telur öll þjálfun saman upp í afslátt. Það er afsláttur eftir 30 skipti í þjálfun. Þannig ef að barn er í talþjálfun, iðjuþjálfun, sjúkraþjálfun, þá er það samanlagt þessi 30 skipti sem það fer á afslátt, sem sagt að það borgar fyrir fyrstu 30 skiptin en eftir það er þjónustan gjaldfrjáls. Já? Já, það er sem sagt að er ég að rugla nú? Þetta er í nýju reglugerðinni. Það er búið að rugla maður svo mikið þessu reglugerðum, maður er alveg komin í kross. Þetta er í nýju reglugerðinni, þar telja samanlögð allra barna upp í hámarksgreiðsluþakið. Þakka þér fyrir að benda á þetta, ég sé ekki að fara hérna með eitthvað fleipur, en það er sem sagt samanlögð öll þjálfun sem að telur upp í afslátt. Og þá kemur þessi afsláttur eftir 30 skipti í þjálfun. En eins og ég segi, núna eru gífurlega breytingar framundan
og það kemur nýtt greiðsluþátttökukerfi væntanlega 1. maí, það er lögin eiga að taka gildi 1. maí, þannig að ég held að við höfum okkur sé engar undankomu auðið með það og þá eru að mörgu leyti mikil bót fyrir börnin varðandi þjálfunina að sko þetta nýja kerfi að þá verður til dæmis eins og að þjálfunin verður að mestu leyti gjaldfrjáls fyrir börn og hún er alltaf gjaldfrjáls fyrir börn að 2 ára aldri. Nú er ég að segja þetta í reglugerðin sem er ekki búið að gefa út. Ég hef þann fyrirvara. Ég var reyndar að tala við aðstoðarmann ráðherra síðast í gær og hann sagði mér að hann ætti ekki vona á því að það yrði breyting á þessari reglugerð. En ég hef samt, það er ekkert garantíni veröld fyrir að koma með því hendurnar. Þannig að ég vildi samt segja ykkur frá því að þetta er eins og þetta er en það er ekki, þetta er ennþá drög. En þá er sem sagt þetta lagt upp þannig að þjálfun er gjaldfrjáls fyrir börn að 2 ára aldri og fyrir börn með umönnunarbætur og ef það þarf að greiða fyrir þjálfun er barnið ekki með beiðni eða tilvísun. En það er eingöngu í sjúkraþjálfun 6 meðferðir á ári sem að hinga til er heimilt greiðsluþátttaka án beiðni. Þannig að ég get ekki séð annað heldur það þurfa allir að vera með þessa beiðni. Þannig að ef það er gjaldfrjáls þjálfun þegar þú ert með beiðnina að þá er bara gjaldfrjáls þjálfun. En eins og ég segi þetta eru drög en þetta er náttúrulega gífurleg bót fyrir fjölskyldur langveikra barna. Þetta munar alveg þennan pening sem maður er að þetta safnast allt þegar saman kemur sko. En ef það þarf að greiða fyrir þjálfun barna að þá og þetta gildir það eins og varðandi læknisþjónustuna, það er kannski ágætt að líka nota tækifæri aðeins að segja ykkur svona hvernig þetta lítur út í þessum drögum og ég ítreka það aftur, drögum, en ég vona að þetta standi. Að þá er gjaldfrjáls þjónusta fyrir börn og heilsugæslustöðvum. Það þarf að greiða fyrir sérfræðilæknisþjónustu og þá er talað sem sagt að ef að barn er ekki með tilvísun að þá þarf að greiða fyrir þjónustu sérfræðilækna. En það er samt gjaldfrjálst upp að 2 ára aldri og það er gjaldfrjálst fyrir börn með umönnunarmat. En þar sem að þjónustan er ekki gjaldfrjáls að þá er greitt 30% af heildargjaldi meðferðar en það er hámark á 1 mánuði sem að þyrfti að greiða og þá telur samanlagt fyrir öll börnin innan fjölskyldunar. Þá er hámarki 16.401 mánuði en síðan væri það þá lágmark 2.733 á hverju mánuði og þá er það samanlagt líka fyrir öll börn innan fjölskyldu. Þannig ef það væri búið að borga 2.733 fyrir einhverja eina læknisheimsókn eða eina þjónustu, þá væri ekki greitt meira fyrir læknisþjónustu eða heilbrigðisþjónustu þar sem eftir lifir þess mánaðar. En síðan kæmi aftur greiðsla í mánuðinum eftir. En að megninu til þá sé ég ekki betur á reglugerðinni sem ég var að lesa yfir en að þjónusta við börn sé að miklu leyti gjaldfrjáls. Það eru sérgreinalæknarnir sem að þetta gildir kannski mestum og svona rannsóknir, myndgreiningar en það er alltaf, ef þú ert með tilvísun þá er það gjaldfrjálst. Spurning? Já. En hún er ekki með umönnunarbætur og enga greiningu, en það er samt sko að þjálfari, talmeinafræðingur bara sendi inn beiðni til Sjúkratrygginga og hún var niðurgreidd. Já, en samkvæmt þessum nýju drögum að þá ef hún er með þessa beiðni að þá
væri þjónustan gjaldfrjáls hjá talmeinafræðinum. En ef hún væri að fara eitthvað þar sem væri ekki tilvísun eða hún væri að fara til sérgreinalæknis, eitthvað slíkt, þá þyrfti að greiða hærra gjald án tilvísunar. En þannig það eingöngu greiðsluþátttaka í þjálfun miðað við þessar nýju reglur. Það svolítið skrítið sko að vera eiginlega að kynna reglur sem ekki komnar í gildi og hinar eiginlega úreltar, en samt maður ekki með endanlega reglugerð í höndunum og það 1,5 mánuð þangað til það að taka gildi. Þannig að sko þetta svona svolítið skrítin aðstæða sem maður í. En allan að samkvæmt þessum upplýsingum sem ég hef þá eingöngu greiðsluþátttaka ef að barni ekki með beiðni um þjálfun. Svo ætla ég aðeins að sýna ykkur hérna, þekkið þið réttindagáttina? Býttu hvað vafra opnaði ég nú? Já, sko, þekkið þið réttindagáttina mínar síður á sjúkratryggingum. Hérna í þessari réttindagátt, þar sem þið þurfa að fara þarna inn annarkvort með rafrænu skilríkjum eða með íslykli, þarna fáið þið upplýsingar eins og ef að barn ykkar hefur í talþjálfun, þá getið þið farið þarna inn og skoðað hversu marga tíma það búið að nota heimildinni sinni sem var samþykkt og líka í sjúkraþjálfun, en reyndar þá þetta ekki alveg ekki nógu vel framsett í sjúkraþjálfun, það vel betur framsett í varðandi talþjálfunna því það náðist að klára það áður en að stormurinn út af greiðsluþátttökukerfinu skall á hjá forritarunum. En þarna koma líka öll bréf varðandi samþykktir, að það vera að samþykkja talþjálfun eða vera að samþykkja sjúkraþjálfun, þá koma þau öll þarna í þessa réttindagátt. Þannig að þið getið skoðað þessar upplýsingar þar. Líka varðandi nýja greiðsluþátttökukerfi sem að taka gildi, að þá þetta gífurlega mikilvægt ekki bara vegna barnanna heldur líka fyrir okkur sem að þurfum kannski einstaka sinnum að leita læknis, að þetta mjög flókið kerfi sem að taka gildi, þetta greiðsluþátttökukerfi. Og það mjög erfitt að átta sig á því kannski hvað maður á að greiða mikið, en það verður þarna við erum að útbúa þannig að þú getur farið í réttindagáttina þína og þá sérðu bara þú átt að hámarki þyrftir að greiða þessa upphæð fyrir heilbrigðisþjónustu í þessu mánuði. Það bara, þú átt ekki að greiða meira heldur en þessar x krónur. Þannig að maður getur séð þar og fengið upplýsingar þar hvernig þetta kerfi virkar. Já. Það eiginlega orðið að það gengur mjög illa þar sem þau bara hitta ná saman og bara ég þarf að færa. En ég þannig að byrja á nýjum biðlista þar sem það að færa hann, en ef ég hætti bara það sem ég núna og nýti ekki svo 20 tíma þar og ég á 5 tíma eftir, get ég fært á með mér á aðra stöð. Sko barnið á beiðnina en ekki talmeinafræðingur. Það verið að spyrja hvort það sé hægt að færa tíma á milli, sko ef maður með samþykkta beiðni þarf einhverjum ástæðum að hætta á einum stað í þjálfun og fara eitthvað annað, hvort maður geti nýtt skipti sem búið að samþykkja. Það var barnið sem fekk samþykkt þessa tíma, ekki talmeinafræðingurinn. Þannig að barnið og þá forráðamaðurinn ræður því hvert hann fer og sækir þessa þjónustu. Það eina sem að ef að biðlistin mjög langur, hvort að beiðnin verður dottin úr gildi. Það það eina. Þannig já, það náttúrulega skilur þá það bara ný beiðni og ný 20 skipti. Það það í ár? Þetta gildir í 1 ár frá fyrstu meðferð. En þetta getur alveg teygt sig upp í 2 ár og það mjög algengt að talmeinafræðingarnir sérstaklega út af því hvað biðlistinn langur, að það hringja í okkur og segir hann Jón, hann búinn að vera hérna í þjálfun, hann gat byrjað svo seint, þá kom hann fyrst í grein 1 tíma og svo var hann svo lengi, hann á hérna 10 tíma eftir af beiðninni sinni, en hún að detta úr gildi í næstu viku, hægt að framlengja hana. Og þá bara hún framlengt, það ekkert flókið, þá fer maður bara og það eru alveg 4 músasmellir til þess að lengja hana þá hálft ár eða 1 ár eða til þess að það búið að samþykkja þessa tíma. Þannig þá náttúrulega bara allt í lagi að
það var ekki hægt að nýta það og þá bara framlengi maður gildistíman og beiðnin svo sé hægt að nota tímana. Mér finnst það bara minnsta mál í heimi, í staðinn fyrir að þvæla foreldurum út borg og bí. Þannig að, en sko það eina sem beiðnin, ef að beiðnin dottinu gildi, fyrir kannski löngu síðan, þá hún bara dottinu gildi. Þá svo sem lítið sem maður getur gert annað þá nýja beiðn. Já. Já. Það spurt hvort það sé heimilt að rukka fyrir tíma sem að barn mætir ekki í. Það er engin regla, við hjá Sjúkratryggingum setjum ekki neina svona reglur. Og það algjörlega hreinu, það ekki hægt að senda okkur reikning fyrir þessum tíma, það ekki heimilt. Og við ræddum þetta, ég fór í heimsókn nokkra stofur talmeinafræðinga fyrir svona ári síðan þar sem þetta var rætt. Og þá voru þær oft með það reglu ef að barn gat, sko, ef það var látið vita með einhverja klukkustunda fyrirvara, sólarhrings fyrirvara, þá þurfti ekki að greiða, en ef að það var ekki komið og ekki látið vita, þá þurfti að greiða. Það sambærilegt eins og sjúkraþjálfar að gera yfirleitt, þá bara upp á vegg, sko, að ef fólk mætir ekki í bókaðan tíma, þá þarf það að greiða, af því þetta náttúrulega verktaka vinna, þá þú fær náttúrulega viðkomandi fær ekki neinn laun ef viðkomandi mætir ekki. Nei, við bent. Já, já. Og það við bentum á þetta einmitt að þetta væri nú ekkert auðvelt að láta vita oft á tíð með löngum fyrirvara. Börn verða bara veik svona, sko. Það bara þannig að hérna það þarf að vera líka svona eitthvað skynsemi í þessu en við höfum ekki heimild til þess að banna þetta, við höfum bara heimild til þess að benda á þetta sé kannski ekki rétt, þannig að og við létum það alveg ljósa, okkur fyndist þetta svona svolítið harkalegt stundum. En svo líka svolítið munur á því hvort að barnið mætir ekki eða hvort það svona eiginlega bara svona reglubundið að það mætir ekki. Þannig að þá hvergi farið eitthvað annað á spilunum heldur en að barn sé veikt. En svona þetta algengara hjá talmeinafræðingunum heldur en hjá sjúkraþjálfarunum. Ég heyri það líka, sko. Já, það bara stundum getur maður ekki alveg séð við öll í henni veröld, sko. Það bara þannig. Heyrðu, en allavega þá vildi ég benda ykkur þessari réttindagátt og endilega prófa að fara þarna inn og skoða ykkar síður og þær upplýsingar sem eru hérna. Og hérna neðst niðri þá sjáum þið fjárhæðir og gjaldskrár, þar sem þið sjáum líka hver gjaldskráin fyrir sjúkratal og iðjuþjálfun. En að þetta alltaf breytast, eftir mánuð þá ákvað ég að vera ekkert að fara eitthvað nákvæmlega yfir það hvað ég verið að borga því það verður bara úrelt 1. maí. Herðu, ég bara ætla þá að þakka fyrir, ef það einhver fleiri spurningar. Ég held að við eigum þær þá bara inni og þökkum Ingveldi. Og við ætluðum okkur að komast yfir mikið efni í kvöld og eins og ég sé að þetta dálítið pakkað kvöld, en við skulum halda áfram og nú komið að blaðinu vitlaust hérna, þannig ég að lesa einhvern allt annan fyrirlestur. Það Edda Valtýsdóttir sem ætlar að leiða okkur í allan sannleikanum hjálpartæki og sjúkratryggingar. Við ætlum líka að koma því til skila til þeirra sem að horfa á þetta í tölvunni sinni að það möguleiki fyrir þá að senda okkur spurningu, að skrifa spurningu fyrir neðan gluggan og þá verður henni komið hérna á framfæri á eftir. Já,
Komið þið sæl, þá er það rúsínan í pilseendanum, það er sem sagt hjálpartækja miðstöð Sjúkratrygginga Íslands. Og ég heiti Edda Valtýsdóttir og er starfsmaður þar. Og ég ætla nú svona kannski ekki að fara mjög djúpt í hverja glæru, því ég er með svolítið margar glærur. En við erum svona staðsett á Vínlandsleið 16 upp í Grafarholti. Og það er afgreiðslutími, það er opið frá 10 til 15 á virkum dögum og svo er hægt að fá faglega ráðgjöf vegna tæknilegra tækja, símatími þar sem er þjálfari sem tekur hann á milli 10 og 12. Og svo er líka, við erum svo með útibú í á Kristnesspítala, það eru mjög svona takmarkaða tækjum þar. Við hjálpartækjamiðstöðin var undir Tryggingastofnun en fór undir Sjúkratryggingar 2008 og við erum undir heilbrigðisráðherra og velferðarráðuneytinu. Og svo er ég þetta er svið sem Björk Pálsdóttir yfirþjálfi þjónustu og hjálpartækjamiðstöð og þetta er stofnunin þjónustu og hjálpartækjamiðstöð. Og þeir tala bara hjálpartækjamiðstöðin í daglegu tali. Og hjálpartæki er tæki sem er ætlað að draga úr fötlun og aðstoða fatlaða við að takast á við umhverfi sitt, auka eða viðhalda færni og sjálfsbjargargetu eða til að auðvelda umönnun. Og þetta eru bæði tæknileg hjálpartæki, meðferðar- og þjálfunartæki, bílahjálpartæki, öryggis, kaldkerfisþjónusta, stóðtæki, einnotavörur og súrefnisþjónusta, þannig þetta er ansi mikið. Og markmið hjálpartækjamiðstöðvar það er að ákvarða og greiða rétt til hjálpartækja á réttum tíma og samkvæmt þeim lögum og reglugerðum sem við förum eftir og gæta fyrstu hagkvæmni og að upplýsa notendur sín réttindi og veita upplýsingar og veita þjónustu til fagfólks og til þeirra sem að viðskiptavina. Og þetta er það sem að deild hjálpartækja og næringarmála það er afgreiðsla umsókna eftirfylgda á úttekt á bifreiðum og fræðslandi fagfólks og notenda og aðstandenda þeirra og mótum vinnureglna og svona ýmis gæðamál og við skiptistum í bæði reikninga, einnota hjálpartæki, setstuðuráðgjöf, stoð- og meðferðartæki og tæknileg hjálpartæki. Einnota hjálpartækja, það er sykursýkisbúnaður og hlífðarhanskar, stómavörur, þessi svona hjúkrunarvörur, bleiur, næringin það eru þeir sem eru á sérfæði og svo heyrnartæki, það er fjárhagsstyrks 30.000 eða 60.000 eftir því hvort tæki fyrir annað að bæði eyrun. Já. 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 En þið greiðið ekki niður bleið númer 6. Veistu hvað, ég bara get ekki svarað þessu. Þetta verður þú bara að spyrja. Hefurðu hringt og athugað málið? Og hvað segja þeir? Það er bara sagt, það er ekki gett ráð fyrir að börnin. Nei, það er. Já. Já, það er spurt af hverju bleiur númer 5 eru niðurgreiddar en ekki bleiur númer 6 og ég get bara ekki svarið. Ég ætla að sé ekki, þá er það ekki orðið, þá er ekki barnableiur lengur eða þetta verður bara eiginlega, því miður, ég get ekki svarið. Það verður eiginlega bara að spyrja og þeir hafa enga skýring út af hverju Nei, það er ykkur, það hlýtur að vera ykkur í reglugerðinni eða ykkur sem ástæða fyrir þessu. Það er mjög líklegt. Bara, ég það er ekki mín deild en hún getur örugglega svarað þessum að afgreiða það út af hverju það er. Já, við erum með setstuðuráðgjöf fyrir þá sem það þurfa. Það er hugsað sem þjónusta til fræðslandi notenda og umönnunaraðila og fagfólks og það veitir upplýsingar til þeirra sem vinna við setstuðulausnir og það er iðjuþjálfi og tæknimaður hjá verkstæði og sjúkraþjálfari og það er setstuðu teymi sem mætir, það er eftir hvort að mæta allir eða einn eða tveir og það er að sækja það á eyðublaði.
ef fólk hefur áhuga á því að fá sérstöðugreiningu þá getur það óskað eftir því að sækja það eins og hvert annað tæki. Og þetta sem sagt, og það eru þessi tæki sem eru eining stoð- og meðferðartækja, það eru öndunarmeðferð, það eru öndunarvélar, súrefnisbúnaðar og hóstavélar sem að kannski eitthvað og blóðrásmeðferð, kvíslisbelti og rafverðartæki og svo eru gervilimur, bæklunarskór og hárkollarbjór, það er svona, meira fyrir krabbameinsmeðferðina. Og það eru 4 starfsmenn þar, það eru 2 sjúkraþjálfarar og 2 fulltrúar. Og sem sagt, eins og fyrir handarspelkurnar er það yfirþjálfi sem sér að afgreiða þær beðis. Persónulega, eining tæknilega hjálpatækja, það er sem sagt hjálpatæki við persónulega aðhlýningu, það er bað- og salernishjálpatæki og það eru ferli hjálpatæki sem er við flutning og svo göngugrindur og hjólastólar og bílahjálpatæki. Og svo er svo kallar húsbúnaður, það er tegund hjálpatæki, það eru vinnustólar og sérstaklega barnastólar, það er sjúkrarúm, það er svona sem er notað í heimilunum. Og hjálpatæki við tjáskipta, það eru tölvur og neyðanappar og tjáskiptartæki. Og svo er umhverfisstjórnunarbúnaður líka sem er sem sagt fellur undir það. Sko ég ákveði að taka svona helstu hjálpatækjum sóttur fyrir börn hjá okkur og það er náttúrulega, það er mikið hjólastóla og það eru sem sagt og þeir eru mjög margir sem sagt, og mismunandi eftir hvað hentar hverju og einu barni og það sem sagt og það er heimilt að greiða fyrir 2 hjólastóla, 1 inni hjólastól og 1 úti hjólastól og það sem sagt er metið bara tegundina hjólastól eftir færni viðkomandi og það er mikilvægt að sé sem sagt mælingar sem fylgja með. Svo eru sérstaklega vinnustóla fyrir börn og það er sem sagt greitt fyrir stóla sem til að leiða til aukinna sjálfsbjargar getu. Og það er sem sagt að fá bæði vinnustóla með gaspumpu og vinnustóla með rafmagnspumpu og þetta eru sem sagt, það er að fá líka alls konar aukahluta á svona stóla eftir hvað henta hverju einu barni. Og það er sem sagt, það er sem sagt að fá 1 í skólan eða leikskólan og 1 heima. Standgrindur og standbretti, það er sem sagt, það er töluvert sótt það og líka það er sem sagt eftir hvað barni stekkar sem að það er sótt sem sagt stærðir. Og það er sem sagt rökstuðningur fyrir hvern og einn stand og aukahluti og það er sem sagt krafa fyrir því að einstaklingur þarf að þola og vera í uppréttri stöðu, hann verður að geta borið eitthvað þung á fótum til svona standgrind og í ýmsum tilviklum þegar börn geta notað göngurinn þurfa þau einnig standgrind til að varna kreppum eða skekkjumyndunum. Og þetta þarf að útfylla gátlista sem þarf að fylgja með umsókn og svo er þetta að fá sem sagt eina grind heima og eina í leikskólan. Standskil einnig líka, það er svona sérmótuð spelka á plasti og hún er svona aðeins léttari og það er sem sagt fyrir börn með hreyfihömlun sem hindra því að standa á sjálfstóðum vegna lítillar ójafnar aukinnar vöðvaspennu. Og það er sem sagt að nota með öðrum tækjum og þríhjól er hægt að sækja líka til sjúkratrygginga og það er sem sagt þegar börn geta ekki nota venjuleg þríhjól þurfa stuðning og sem sagt eitthvað sérhæfðan búnað og svona sérstaklega stór hjól þá er hægt að sækja það. Og kerrur, sérstakar kerrur, það er það sama sem gildur með það að sem sagt ef það er ekki venjuleg kerra sem virkar fyrir börnin þá er hægt að sækja sérstakar kerrur og sem eru þau jafnvel fyrir stærri börn og sem sagt með stuðningum og sérstakum og aðlaga betur svona setstöðuna hjá þeim. Bað- og salernissstólar og það eru sem sagt, þeir sem þurfa aðstoð við böðun og salernisferðir og þeir sem eru mjög skerta færni þurfa svona til tilt og það eru til sem sagt, þetta er svona algengasti stóli hjá okkur. Þetta er heimasíðan sem sagt Sjúkratrygginga Íslands og hérna er hnappurinn lyf og hjálpatæki og hérna er sem sagt eru við undir hjálpatækjamiðstöðin. Og þá er hægt að fá sem sagt, þar fer maður inn í og getur fengið sem sagt upplýsingar reglugerðir og lög og hvaða hjálpatæki eru sem sagt í samningum. Og það er sem sagt hægt að sækja rafrænt en það er ekki hægt að sækja rafrænt nema sé heilbrigðisstarfsmaður. Maður getur ekki sem sagt gert það sem ef maður er ekki með sem sagt aðgang sem heilbrigðisstarfsmaður. En þið getur komist inn í réttindagáttina til að sjá allar upplýsingar sem sagt hvort það sé búið að afgreiða umsóknina eða þær upplýsingar getið þið séð.
og það þarf sem sagt að vera fyrstu umsókn þá er þessi heilbrigðisstarf, það er ekki að vera alltaf læknisvottur, það þarf ekki að vera læknisvottur lengur, það er nóg að sé heilbrigðisstarfsmenn, það þarf að vera með þessi sjúkdómsnúmer og það þarf sem sagt skiptir miklu máli að umsóknirnar séu sem sagt skal sér vel út fylltar af fagaðilum sko, en þið auðvitað getur samt sko ef þið viljið sjálf sækja án þess að fagaðili sækja þá er þetta bara að prenta út eyðublað hérna ef þið sem styrir ekki með heilbrigðisstarfsmenn sem getur sótt þá er þetta prenta út bara og senda í pósti og það er ekki hægt að senda í tölvupósti. Gátlistar eru yfirleitt með sem sagt, það eru kröfur að séu gátlistar með sömu hjálpartækjum og það eru þessi hérna hjálpartæki og það er svo til þess að fáum sem sagt dýpri upplýsingar sem sagt viðkomandi sem á að nota tækið. Það er hægt að finna þá sem sagt inn á síðunni hjá okkur. Svo er sem sagt það er sama eins og að tala áðan hérna með kæruna, það er sem sagt, já, gerðu svo vel. Já. Þegar þú komið með hjálpartæki heim, Já. mjög dýr hjálpartæki, til dæmis að kveiknar í húsinu hjá mér, eiga mínar tryggingar dekkið eða ekki? Það var rætt svo fyrir mér daginn og það verðist engin. Já, þetta kom spurningum þetta líka í sambandi við að kemur, það er verið að spurja það ef það kveiknar í húsinu hjá viðkomandi sem er rándýr hjálpartæki heima hjá sér, hver tryggir það? Já. Já, ég sko, ég held að þín brunatrygginga ætti semst að dekka þetta sko. Þín, já, innbústryggingin, já, ég þó, já. Já, við fengum þetta spurningum daginn upp á flugið sko, eða eðilegst hjólastóll í flugvél, þá var það semst flugfélagið sem átti að greiða það. En ég bara spá, þú veist, það er ég að gera ráð fyrir þess að mitt innbúð þarf alltaf að vera miklu hærra þegar ég hjálpartæki. Já, við náttúrulega, já, að því sjúkratryggingar eiga þetta. Já, við eigum tækin, já. Já, sko ég man ekki eftir þetta hefur komið upp og ég held að það hafa eyðilagst tæki og ég man ekki eftir að viðkomandi þurft að greiða þetta tilbaka. Ég man ekki eftir því sko. Nei. En gat engin svara þér í tryggingafélagi, nei. Já, það er alveg rétt. Já, en ég hef ekki heyrt það. Nei, en það myndir ekkert græða á því sko. Já, ég sé tryggingafélagi líka sko, mér finnst það mjög líklegt, en að vísur að það var ekki þitt sko, ég veit ekki hvernig, áttum ekki alveg á því. Nei. Já, þú eru mjög dýr þessi hjálpartækjöf, það er alveg rétt í þér. Já, þetta eru alveg fleiri milljónir, skal viðurkenna það, þannig að ég er sem sagt, og svo skemmast þessi hjálpartæki oft, en það er engin látning greiða fyrir það sko. Ég ætla ekki að lofa því, en mér finnst það mjög hæpið að þú þurftir að greiða það sjálf. Já, þannig að og það er það sama, það er sem maður getur beðið, ef maður fer synjuna á umsókn, þá getur maður innan 2 vikna beðið skriflega rökstuðning og annars er hægt að kæra og það kærufresturinn 3 mánuðir. Þannig að þetta er svona sömu reglur og með þarna sem Ingveldur var að tala áðan. Þessar reglur, við sem erum að vinna við úthlutun hjálpartæki, við verðum að fara eftir þessum reglum. Og það eru þeir sem eru réttar, þeir sem eru sjúkratryggðir í Íslandi og eru með minnkaða færni eða sjúkdóma, þurfa hjálpartæki á nægum til lengri tíma. Þetta er ekki fyrir þá sem að þurfa að nota þetta undir 3 mánuðum og búa einkaheimilum eða sambýlum, ekki þeir sem eru á stofnunum. Þetta er reglugerðin sem við förum eftir. Og hún er samkvæmt lögum með sjúkratryggingar og þetta er reglur styrkir til kaupa hjálpartækja. Og þetta er bara nánara, þetta er öllu, það er sjúkratryggingar taka þátt í kostnaði við öflun nauðsynlegra hjálpartækja, þetta er bara, reglugerðin er það að við tökum þátt í að greiða þessi hjálpartæki, samkvæmt, sem að skal ég segja þetta. 3 mánuði eins og ég sagði það áðan, með tafið samkvæmt nánari ákveður reglugerð, skal ákveðum hvaða hjálpartæki sjúkratryggingar taka þátt í að greiða. Við tökum ekki þátt í að greiða hvað sem er sko. Til dæmis ég veit að við greiðum ekki lengur sérstök hnífapör eða til þess að svona framlingu til þess að þú sé baki, það var gert fyrir ykkur. Það er svo oft sem hjálpartæki eru orðin bara almenns eðlis. Þannig að og sem sagt, reglugerðin styrkir, þetta er
Þetta er semst auðvelda semst daglegs lífs, hjálpa þér að sjá, ég ætla nú bara að þið getið lesið þetta bara sko. Notið því, það er ekki semst greitt fyrir frístundir, afþreyingar og útivist og það er semst að almennu tæki, ekki heimilistæki eins og ég segi, það er ekki sérstök heimilistæki sem að, og semst að þetta til fallara, já þetta er semst með styrki vegna 2 hjálpartækja sömu gerð til mikið fallara barna og unglinga vegna skólagöngu. Það er ekkert algengt að fólk fái 2 hjálpartækja sömu gerð en það er semst að í þeim tilfellum sem börn fá 2 stóla og 2 sem sagt klósett klósetthjálpartæki og sem sagt að því þau og standgrindur að því þau eru semst í skóla og heima. Þurfa að nota. Já. Nú eru sko fötluð börn rétt eins og önnur börn búist við það að foreldrar verði skipt forræði þegar 2 heimili. Já. Það er Hjálpartæki á. Já. Já, það er semst, það er spurt að semst ef að fólk er semst að foreldrarnir eiga semst sikkvort lögheimilið og semst að barnið verður að eiga lögheimili bara hjá öðru foreldrarnu og þú fær Já, en þú barnið á aldrei nema 1 lögheimili en það á að breyta því, veit ég. Já. En það er þannig að barn fær ekki Já. En það er ekki tekið tillit til þess, því miður. Ekki eins og staðan í dag. Það er þannig og vonandi með sko því að þessu verður breytt með því að barni geta átt 2 lögheimili sko að þá væntanlega semst getur að fengi tæki á hvort heimili þannig að ég ráði því hvernig lögin verða þá gerir ég ráð fyrir að þróunin geti orðið þannig sko. En það er alveg rétt, það er semst það er eingöngu bara sko 1 í skóla og 1 í sem sagt heimilið, á lögheimilið. Já. Já. Já, það er spurt að ef barn er á sambýli í viku og heima hjá sér í viku að þá fær það ekki sem sagt, það fekk það ekki 2 rúm samþykkt. Sko það, já, með sjúkrarúm en náttúrulega þetta er nú svolítið sérstakt tilfelli, vegna þess að annarlega fá sem sagt þeir sem búa á sambýli sko þá búa þau á sambýli. Já, nei, það er ekki svoleiðis, það er nefnilega málið, það er rétt. Það eru eingöngu á lögheimili. En ef barnið byggi á sambýlinu þá fengi það rúmið þangað sko. Já, það er gildur svipa bara eins og með þegar að foreldrar skipta á milli sín sko. Þá færði ekki 2 rúm. Þú færði ekki á 2 heimilisföng rúm sko. Þannig já, þannig Já, nákvæmlega. Þetta er nákvæmlega sama vandamáli og með mitt ef að barnið er semst á sikkura vikunni hjá foreldrarnu. Já, ég veit ekki hvort að sambýlið sko, hvort þau ráða því eða hvað þau gera sko. Jú, þetta ættu þau að gera við barnið þarf að halda og sérstaklega fyrir þá sem er að sinna barninu. Þá ætti það náttúrulega að vera upp á vinnustellingar og það ætti náttúrulega að vera bara starfsmannamál sko, frekar. Og það er semst ekki öll hjálpartæki sem eru greidd 100%, sem eru greidd bara 50% eða 70%. Það stendur í reglugerðinni líka, það er semst, en flest tæki eru greidd 100%. Og það er semst, já, öldrunarstofnanir kannski, það var ekki heima hérna. Og það er semst þarna, já, heimilt að greiða einnota hjálpartæki í 7. viku eftir innlögn ef skammtíma dvöl er að ræða. Og sem sagt, SÍ greiða ekki styrki til kaupa hjálpartækjum til náms eða vinnu. Þá er það vinnustæðurinn sem þarf að greiða það eða sem sagt skólinn eða sveitarfélagið. Þannig að það er eingöngu til heimilis og sem sagt, Sjúkratryggingar Íslands gera samning við fyrirtæki sem sagt hjálpartæki og spelkur og bæklunarskó og gervilimi og það er sem sagt þannig að það er ákveðið verð. Þetta er sem sagt gerðir samninga til 3-4 ára misjafnt og það er sem sagt ákveðið verð og það er sem sagt alltaf þau tæki sem eru í samning sem ganga fyrir að séu keypt sko. Því þá er bæði búið að skoða þau og það er oft magnkaup á því og betra verða á þessu og þannig að það er sem sagt þau ganga fyrir.
og eiga að vera fljótari afgreiðsla líka, þau eiga að vera til ákveðin tæki á lager sko, svo þess að þetta afgreiða þau fljótt. Og það er hægt að sjá þessa vörulista á vefnu hjá okkur undir hjálpartækja og hjálpartækja miðstöð, alla samninga í hverjum og einum flokki fyrir sig. Já, þetta er nú það sem ég hafði að segja hjálpartækja miðstöðina. Já. Erum við já, þú tekur bara við. Heyrðu mig, nú held ég ef að fólk vil kaffi þá skulum við kannski nota tækifæri og svo skulum við bara setjast aftur og við eigum hérna hálftíma vegna þess að við ætlum okkur að vera búin klukkan 10 en klukkan er bara 9:30 þannig að og ég veit ekki ef að þið kannski sætu bara hérna undir okay. Slökk á skjána og fyrirkomulagið er bara þannig að þið bara réttu upp hönd og þá fáið þið afhentan þennan mikrofón og byrjið frá spurningan og þær eru hér með annan mikrofón sem að þær bara skipta á milli sína að svara. Bara láta ykkur vita að það voru mest 12 sem voru að fylgjast með í 12-unum þannig að þetta er að virka. Já, svo er þetta bæði á heimasíðu Sjónarhóls og Þroskahjálpar og alla glærur og allt. Svo það er hægt að skoða þetta þar. Heyrðu, en spurningar? Það er búið að fá svo mikið á svörum, þannig að... Heyrðu, Inga, gjörðu svo vel.
Inga heiti ég ráðgjafi sjónarhóli. Það eru þó nokkuð margir foreldrar sem eru farnir að fá greiningu núna á prívatstofum og fá þar að leiðandi ekki samþykktar umönnunargreiðslur. Hvar standa þau málið ykkur staða núna? Þú ert þá að vitna í einhverju greiningar. Já. Einhverju greiningar á stofu höfum við verið að líta á sem frumgreiningar. Það er að segja að það er verið að staðfesta að það sé vandi á ferðinni hjá barninu en það er ekki í rauninni búið að klára fötlunargreiningu. Og við lítum þannig á að það er alveg hægt að sækja umönnunargreiðslur og margir er að fá umönnunargreiðslur en þá í 4. flokki og 25%. Það sem að þú ert þá að tala er það að það er ekki samþykkt 3. flokkur að hærra vegna fötlunar. Þessi mál hafa farið fyrir úrvel, þar sem að úrvel hefur stutt afgreiðslu okkar. Það er að segja talið að rétt sé að þessa greininga fari gegnum greiningastöðuna, þroska- og hegðunarstöð eða BUGL, þar sem að fylgt er þá viðurkenndum stöðlum við þessar greiningar. En það er alveg hægt að sækja umönnunargreiðslur og vel flestir eru með þar að þessi börn eru í þjálfun og þurfa stuðning og utanumhald. En þá ekki 3. flokkur eða hærra vegna þess. En vandinn er auðvitað það að sveitarfélögin eru að horfa á okkar niðurstöður og samþykkja þjónustu út frá því og það má þetta alltaf deila hvort að það sé rétt. Er þetta nýtilkomið þessi niðurstaða? Þessi niðurstaða frá úrvel, þeir birta þær hjá sér. Við höfum áður fengið það sem þeir tóku ekki einn skýra afstöðu til þess en þessi niðurstaða er tiltölulega nýkomin. Það eru einhver mánuður, vikur síðan að þetta Er hún skrifleg ykkur staðar sem maður Þetta á að vera byrt inn á hjá úrvel. Nú er ég ekki, að ég hef ekki farið inn á það sjálf. Ég fæ þetta alltaf sent bara til. Það er inn á heimasíðunni, já. Já, af því þessar niðurstöður eiga birtast. Takk. Sagt að ég að standa hérna megin. Fleiri spurningar? Þetta er fyrir þig með hjálpatækin. Nú tókstu stendur á glærunni að SÍ eigi að leita hagkvæmni eða hvað það er, bladibla, þú veist, fara vel með peningin sem það fá og allt það dótri. Nú lentum við í því fyrir 1,5 ári þegar eldri sonur minn byrjaði í skóla, hann gæti ekki opna lykli. Sérst bara réð ekki við að snúa lyklinum. Við sækjum að fá takkalás, eitthvað sem kostar ca. 60.000 krónur. Upp á hann getur bara lært tölun og komist inn. Nei, það var nefnilega ekki samningum, þannig það var ekki hægt, en við máttum fá sjálfvirkan hurðarofna fyrir 340.000. Já. Hagkvæmni hvað? Já, það er alveg rétt, já, sko. Fyrir utan það að SÍ hafði spurningar foreldrahæfni okkar og spurði sjúkraþjálfarann hvort 6 ára barnið okkar ætti virkilega að vera eitt heima. Já, það er náttúrulega ákveðin reglugerð sem að við þurfum að fara eftir og það er ekki takkalás í þeirri reglugerð. Já, þannig að sko, nei, en það er bara vegna þess að þetta er reglugerð. Það er bara þannig sem þetta og þegar er unnið eftir reglugerðum, þá getur þetta orðið svona, sko. Það er þannig. Keyptir þú takkalás eða fékkstu? Nei, svo reyndar þetta öðruvísi, sko, en það er sem mann samt eiga það, þeir eru stundumannlegir. Við lendum í því, við erum alltaf með 2, vorum með tvíburakerfi fyrir þá, eldra barnið fékk stól, en SÍ bauð okkur hvort við vildum ekki halda tvíburakerfni þar sem við værum með yngra systkini líka. Þannig þeir eru nú ekki alltaf alveg. Nei, ég held að við reynum að vera svona eins sveigjanlega og hægt er, en þegar við erum að útluta nýjum tækjum og allt þetta peningalega, þá þarf svo óbóðslega mikið að fara eftir þessu. Það er bara þannig. Það er, en ég held að við reynum svona að vera frekar svona sveigjanlega í þjónustun, en ég veit ekki alveg með sko útlutunina hvað. Já, ég held að þjónusta getur verið mjög góð sko, en kannski ekki útlutunin eins sko, við erum svo föst þar sko, já. En það er, já, ég syns að svona er það. Ég sé að Ingólfur er hérna að býta aðeins að fá mikrofónum hérna. Sæl, takk fyrir góð innlegg. Ég ætla að aðsöga þetta reglugerðin sem þið vinnið eftir. Hún er nú orðin nokkuð gömul
frá 2013 2013, já. er verið að endurskoða eða gera nýja. Það eru svo miklar tækniframfarir að manni finnst sumt orðið úrelt. Sko, ég hef ekki heyrt að það sé verið að sem sagt, endurskoða reglugerðina hjá okkur. En já, ég hef allavega ekki heyrt það, en auðvitað kemur það með auknum tækni framfyrir að koma ný og ný tæki og mörg tæki líka detta út. Það eru mörg að þessum sem voru óbáslega tæknileg hérna fyrir 5 árum bara sem að enginn sækir í dag, sko. Þannig að það er, en ég hef ekki heyrt að sé verið að endurskoða reglugerðina, ég hef ekki heyrt það. Bryndís. Já, ég langar bara eiginlega svolítið að bæta við spurninguna frá Ingólfi. Það er að segja varðandi reglugerðina því að nú í síðastliðið haust þá fullgilti Ísland samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Já. Þar sem kveður meðal annars á að fólki ekki vera mismunað á grundvelli fötlunar og við höfum orðið áþreifanlega vör við það hérna hjá Þroskahjálp og ég veit líka hérna niðri hjá Styrktarfélagi lamara og fatlara að það verður sífellt erfiðara og erfiðara að fá samþykkt hjálpartæki fyrir börn eftir sem sagt, þeim óskum sem koma fram og til dæmis svona bílstóla og annað. Klálega til ég að það sé mismunun þegar það er verið að mismuna fólki eftir efnahag þegar það þarf að kaupa dýrari stóla vegna fötlunar og það er ákveðin ósveigjanleiki í reglugerðinni. Getið þið haft frumkvæði að því að óska eftir því að ráðherra endurskoði reglugerðina meðal annars með tilliti til samningsins? Af því að það sem við skynjum svo sterkt er að það vantar svo mikið upp á að taka tillit til samningsins þegar að verið að útluta hjálpartækjum vegna þess að hjálpartækin eru jú til þess að fólk geti tekið þátt í lífinu. Já, sko við svo sem erum ekkert að óska eftir því sérstaklega reglugerðin verið breytt nema að sé eitthvað sem að ítrekkað kemur uppvæntir að það náttúrulega vantar okkar sviðstjóri eða svo sem að er í sambandi við þá sem að búa til reglugerðina, sko. En ég myndi miklu frekar halda að þið gætu haft áhrif á það. Miklu frekar en við, sko. Því að það er ykkar sem sagt frekar að láta kannski vita og koma þar sem er vöntun á. Nú veit ég ekki, sko, nú veit ég ekki alveg hvað, það reynir við að allir séu jafnir. En já, ég held að semst, við þrýstum allavega ekki á það að reglugerðin verið breytt nema að sé eitthvað sérstaklega ítrekuð sem sagt óskur. Já, það er miklu betri, sko. Ég verður auðvitað að fá að bæta við þetta. Við náttúrulega reynum að þrýsta eins og við getum og þurfum kannski að fara með formlegt erindi hvað þetta varðar. En það er samt umhugsunarvert að því að nú erum á ég 2 fatlaðar dætur sem eru orðnar fullorðnar en ég skynja það mjög sterkt að þeir sem eiga börn í dag og eru að berjast fyrir að fá hjálpartæki að það er miklu erfiðar að fá út tækjunum í dag heldur en var þegar mínar dætur voru ung börn. Og mér finnst vera miklu meiri tregða í kerfinu við útluta, miklu meira verið að athuga hvort það sé hægt að komast hjá því að útluta tækjunum. Ég veit ekki hvort það er tölfræðilega rétt, þetta er bara einhver tilfinning að það séu fleiri hafnanir á tækjum að því að ég vil meina það að það biður enginn hjálpartæki nema að þurfa á því að halda. Þannig að mér er svona umhugsunarvert hvað er mikið af höfnunum í ljósi þess, en kannski er þetta bara einhver tilfinning sem er ekki rétt að vera áhugavert að fá að vita tölfræðina hafnanir. Já, ég er ekki, sko mér finnst ekki, mín tilfinning það er ekki margar synjanir með við umsóknir. Ég þekki nú ekki prósentuna en það er ekki mjög margar synjanir með við prósentur. Prósentuna af þeim hjálpartækjum sem sóttur sko. Þannig að, já, það kannski eru, ég veit ekki, kannski eru auknar eftirspurn eftir frekar í hjálpartækjum með öðruvísi samfélagi, ég veit ekki hvernig það er heldur en þegar þú varst, og kannski getur líka verið, það er miklu meira vöruúrval í dag heldur en þegar var hérna í áður fyrr, og kannski getur það líka spilað inn í að það er orðið svo mikið í boði, að það er einhvers stað þarf að setja rammana, sko. Það er líka það. Eitt til bæta við og það er kannski til þín þá frekar heldur þeirra það er einmitt eins og að segja með að þú getur ekki fengið hjálpartæki fyrir frístundi eða tómstundir það náttúrulega stangast líka á við samningin
upp á þú veist, það er ekki bara lífið að fyrir skólinn að vera heima hjá sér sko. Mér langaði að spyrja samt í hjálpatæki. Nú er ég með eina sem er bara eiginlega orðin of stór í kerfuna sem við eigum og hún er fullfæra að labba og allt það, en hegðunarvandamál og annað og öryrki, á hún rétt á að geta fengið kerru? Nú ætla ég ekki að svara hvort hún er rétt á því ekki, en sko ég veit að það í einstaka tilfellum hafa börn með hegðunarvandamál verið að fá. Hver getur sótt þetta fyrir okkur? Getur við sótt þetta eða er það læknar eða? Þið getur sótt það eins og ég sagði ykkur áðan, en það er miklu virkara held ég að láta fagfólk sækja það er oft svona betri rök eða sem þið getur svo gert það saman líka, það er oft líka mjög gott sko. En það er Nú er svona fyrirspurn til þín samband við, nú er ég að fara að sækja bílastyrk fyrir drengi minn og ég er bara að spá í að ég var að skoða Tryggingastofnunina og var að skoða sambandi við að hvað ég þyrfti að hafa og hvað er miðast við að maður ætlar að sækja hærri styrkin, hversu mikla fötlun þarf barnið mitt að hafa til þess að fara í þann styrk, eða er það einhver viss aldur sem ég þarf að spá í? Nei, nú hef ég ekki runni næga þekkingu til að geta sagt nákvæmlega til þetta, plúsa líka að því að ég hef ekki þekkingu á vanda barnsins þins. Þannig að ég held að það sé langbest í runni bara að hringja inn, fá þá samband við þann sem að sér þetta og getur gefið betri upplýsingar varðandi þetta, að því að eins og ég sagði áðan, þá er þetta mjög einstaklingsbundið og hvert mál skoðað út af fyrir sig, þannig að það er erfitt að gefa einhverja eina ákveðna línu í þessu máli en stóru styrkirnir auðvitað eru þá líka út frá því að það þarf mjög sértækt úrræði fyrir barnið. En ég hveti bara til þess að hringja inn og fá skýrari upplýsingar og þá líka skýrari upplýsingar hvaða gögnum þú þarft að skila. Því eins og ég sagði áðan, þetta er ekki mitt sérsvið, því miður. Fleiri spurningar? Ég er að spá eins og með þessi bifreiðastyrki. Nú er það orðið þannig að þú verður að eiga bílinn í 5 ár. Já. Þú mátt ekki selja hann fyrir þann tíma. Þannig að þú þarft að borga það alveg tilbaka. Akkurat. En hefur fólk verið að fá eins og til dæmis, nú veit ég bara með eitt tilfelli, að keypti bílinn í fyrra, er að selja núna. Getur hún fengið svona, hvað kallar maður það, eins og bara leyfi frá til þess að gera það? En er ekki eitthvað ákveðið ferli í samt eitthvað svona dæmi? Nú verði ég aftur bara viðurkenna að því miður, þetta þekki ég bara ekki nógu vel sko. En ég veit af þessari reglu sko, þú mátt ekki selja sko, nema eftir 5 ár. En undantekningarnar á þessu bara þekki ég ekki nógu vel til þess að geta svarað því hér. En ég veit ekki til þess að hægt sé að fá eitthvað sérstakt leyfi til að selja hann. Ég held að það hljóti þá að vera þannig að þú þurfur að greiða þá tilbaka styrkin eins og segir í reglunum. Nei, ég ákvað bara að spyrja út í þetta. Að gera. Takk fyrir. Ég skal taka það fram að ég bað Hafdísi að reyna að ná sér í einhverja smá grunnupplýsingur þetta. Hún sagði þetta er ekki mitt svið en svona til þess aðeins að fækka fyrirlesurum í kvöld þá sameinuðu við þetta. Einhverja spurningar sem að menn vilja spyrja? Það er einhver spurningar, það er bara gaman að segja því að það eru vonandi yfir 200 manns sem að horfa. Ok. Það er hérna tilkynnt að þessu 200 manns sem hafa verið að horfa á, það væri allt í lagi að einhverjar væri líka í salnum. En ef það er engar spurningar þá ætla ég nú að þakka ykkur kærlega fyrir. Mér finnst þetta
hafi verið mjög upplýsandi í kvöld og ég veit að þetta var mikið efni sem að ég var svona svolítið að píningur að koma frá okkur á mjög stuttum tíma, en þetta allar glærur liggja inn á heimasíðum og allur þessi fundur, þannig að fólk getur skoða þetta nánar. Og eins og segi, ég ætla að þakka ykkur og síðan ætla ég það bara að kynna að næsta þriðjudag þá hérna líka spennandi efni. Þá sem sé annað fræðslukvöld og þá það greiningar- og ráðgjafarstöðin og þar verða líka 3 fyrirlesarar og þið fáið ykkur svona bara blöð sem eru með þessari heildardagskrá, en við höfum líka það fyrirkomulag, nú eru líka allir búin að skrifa sig hérna niður og við erum með væntanlega tölvupóstfang hjá öllum, þannig að framvegis fáið þið bara tilkynningar fyrir hvert kvöld, áminningum þá að þetta sé, en við viljum gjarnan að það sé samt skráning á hvert kvöld, þannig við vitum hvað við þurfum að kaupa mikið af konfekti og annað slíkt. Og að því sögðu þá hérna enn og aftur takk og takk til ykkar og líka takk til allra þeirra sem að fylgdust með okkur en ekki voru hérna og ef þeir eru í bænu þá ætla ég bara að segja að það er miklu skemmtilega að koma hingað. En bara takk fyrir og góða nótt.